Kári, það var að 2 leikir á móti Ítalíu. Hvernig líst þér á holninguna á liðinu á þessum æfingum núna fyrir leik? Bara mjög vel. Þetta stuttur æfingatími og svona allir að koma til landsins og svona en bara alltaf gaman að hitta strákana aftur og alltaf þetta eru skemmtilegustu leikirnir að spila með þeim og svona. Gerir gífurlega vel á árinu 2021 með landsliðinu. Ég meina komið Íslandi upp úr, svona ekki kallaði rustflokk, en þeir komist upp á næsta stig einhvern veginn. Hvað þurfa að gera til að taka skrefið af? Fyrst og fremst er náttúrulega bara sáttur að komast upp í þetta og fá að spila svona við alvöru þjóðir eins og núna. Við erum að spila við hörku þjóðir í hverju leik og það er ekkert á hverjum degi sem við spilum við Ítalíu eða Rússland eða eitthvað svona stór nöfn, þannig að við erum sáttir þar og við viljum vera þar. Það er liðin sem við viljum akkurat vera að berjast við og þar náum við svona að meta okkur best svona hvar við erum staddir og þannig að við viljum klárlega halda okkur þar og fá þessa leiki sem við græðum mest á. Á Íslandi einhvern séns á móti Ítalíu? Já, við höfum alltaf séns, algjörlega, við höfum alltaf séns og sérstaklega hérna heima og fá að spila landsleik hérna á Íslandi í fyrst skipti í svolítið langan tíma og það verður vonandi fullt af fólki í stúkunni eins mikið og má og við náum svona stemningu og stuði og þá er allt hægt. Liðið eins og það er skipað núna með Martin og Jón er náttúrulega inn í þessu og það verðist allir vera svona, kannski fyrir utan Kristófer, en mögulega einn eða 2 leikmenn sem vantar í hópinn, en þetta er með sterkari liðin sem að liðið getur í raun og veru boðið upp á þetta. Jú, ég held það bara. Þetta er rauninni sterkasta fyrir utan að Kristó vantar inn og annars er þetta svona Haukur er komast á stað áfram og er alltaf betri og betri en annars er þetta bara, já, líka í rauninni fyrst skipti í langa tíma sem að við náum að vera allir saman og það hafa ekkert verið margir leikir sem að við náð því, þannig að það verður líka gaman að sjá hvernig við getum púslað því saman og gert vel. Út af Laugardalshöllinni og því tjónu sem var það, þá þurfti að færa leikinn í Ólafssal, þennan glæsilega stað sem stöndum við núna. Er ekkert sérstakt fyrir þig að landsleikurinn sé á, nú er þetta kannski ekki þinn gamli heimavöllur en samt svona þinn gamli heimavöllur? Jú, auðvitað og ég er mjög spenntur að fá að spila hér og auðvitað er þetta minn gamli heimavöllur og svoleiðis og það verður virkilega gaman að fá. Ég hef aldrei verið í þessum sal þar sem er nánast fullt af fólki, þannig að ég vona innilega að það verði fullt af fólki og ég held að það geti myndast góð stemning í þessu húsi og svoleiðis, þannig að við höfum aldrei fengið úrslitakeppni hér inni og þannig að það verður spennandi að við náum því auðvitað að fá fullt af fólki og geta séð hvernig það verður. Fylla hús og hafa læti? Það er bara eina í stöðunni. Takk.